Góðan daginn, ágætu vinir. Við erum mætt á staðinn okkar. Þetta kerti að minnsta kosti öfugt og það nú ekki gott. Þá lýsir það niður. Við erum ekki að kerti lýsi niður, við erum að lýsa upp. Þegar standa upp og þá lýsa þau frá sér. Þessa konnustu við ekki? Jó, við höfum séð hana. Eða ekki við hana? Það er spurning. Jó, við erum bíblíu flott fólk. Afber er kveikjarinn okkar. Við kveikjum einu kerti, já. Og þess og eftir hér. Því við ætlum að lofa drottins má. Þá tilvera verður ekki grá. Þetta er kvæðið mitt, ekki? Þetta er ekki frumburður. Þú ert nú ekki trefin og svona. Þú ert bara að hafa þetta gamla og góða. Það er ekki alltaf að hafa þetta gamla og góða. Það má alveg vera með. En við megum ekki vera svo föst í því að það bara annars ekki bara hreint til umræðu. Það er ekki gott. Svona en maðurinn, hann vill nú vera það sem vaninn er og ég skil það mjög vel að það er gott að vera bara í vananum. En að breyta honum eru alltaf átök. Það er ekki rétt hjá mér. Það eru alltaf átök sem kvikna væni minn þegar við viljum fara að breyta ykkur. Það er að segja breyta einhverju sem snýr að okkur sjálfum. Við elskum breytingar, það vantar ekki, hjá öðrum. Ekki kannski svo mjög hjá sjálfum okkur. En svo eftir á að hyggja, þá sjáum við nú að sumaraðin voru bara harla góðar. Bættu kauða smávegis. Hvað var þannig en bæting á lífinu? Þegar að áfengisflöskunni var eitt til hliðar. Og hvað var það annað en betrumbót á lífinu þegar drottinn mætti þessum kauða og gaf honum bókina sem hann til þessa eiginlega var samum. Kannski þannig sé ekkert á móti en var samum. Og það heitir á máli trúarinnar sinnuleysi og sinnuleysi er eitt af því sem við ættum ekki að temjast við. Við erum sinnulaus í ótal mörgum þáttum og hlutum. En með orði Guðs sem vekur okkur ábyrgða tilfinningu þá fæðist margt fram með þessu sem á eftir að gera okkur, já, harla gott. Þetta er nú reynslan okkar þessar trúuðu kalla og kellinga. Og ekkert nema gott það að segja. En við vitum hins vegar að trúin er ekkert allra. Þannig hefur það verið á öllum tímum, alveg frá því að Kristur kom. Við verum að muna það að Kristur átti sér marga meðfylgjendur strax, en líka marga og fleiri andstæðinga sem voru bara aldeilis ekkert þægilegi við hann. Hafi hann lent í þessu, munum við líka lent í þessu. Já, til dagsins í dag. Sem segir okkur það, sem við mörg hver vitum, að það hefur ekkert breyst. En ég veit að Kristur, jú, hann hafði kerti, en hann var ekki með svona. Ekki þessari mynd. En hann gæti tendra eld með þó öðrum hætti. Það hafði ekki verið spýtan. Sem að sett var í annan trjástofn og úr rauk og eldur kveiknaði, segir svona.
Kannski var á þeim tíma eldur bara eiginlega verðmæti að vera með heima. Kannski var eldur eitthvað sem menn svona keftust eftir að halda við. Af hverju? Af því þeir þurftu að nota hann til ýmissa nota. Til að mynda tendra ljós, eins og hér er á kertinu. Við erum með það hér til að skreyta svolítið hjá okkur. Við erum svo skrautglaðar manneskjur. En þetta fólk á tímum Jesú var ekki með sitt ljós til þess að skreyta endilega með þá hugsun. Heldur þau bara að fá ljós inn í myrkrið. En við erum með aðra aðferðir við þetta, en þó ekki neitt svakalega ólíka. Að við ítum blagg, rofa niður og sjá það komi ljós. Þetta hefur alltaf verið til. Margt af þessu hefur alltaf verið til, en við gerum þetta svolítið öðruvísi í dag. Hvað er þetta annað en ljós? Og það er ótrúlega mikið sem að svona ljóstýra lýsir í kringu sig. Með lásu við kertaljós. En við erum með annan hátt á, en í raun sama tilgang. Svo fallugu augun okkar nemi stafina á bók. Þetta er alltaf verið svona. Menn á alltaf gripið til einhverja hjálpartækja sem við erum enn með í sama tilgangi í formi rafljósa. Ekkert þannig séð ekki svo margt breytist, en verkfærin sem við erum að nota til eins svona, þau hafa breyst. Það var engin vélsug til þegar Jesú var uppi, en það var örugglega til sög. Þessi. Hamarinn er klassískur. Það var örugglega til fám, kannski ekki stálhamar og kannski var til stálhamar, ég veit það ekki, allavega einhvers konar hamar. Sumir notuðust nú bara við grjót til að reka nagla í spýtu. Það kom nú fyrir þegar maður var ungur og drengur að maður notaði nú bara grjót. Þannig að þetta hefur alltaf verið gert. En aðferðin við að reka nagla í spýtu hefur alltaf verið til. Og áhaldið sem þarf hefur alltaf verið til, en við í dag hins vegar rekum nagla í spýtu með hamri, sérstökum hamri. Allir ungt fólk í dag þekki það að reka nagla í spýtu með grjóti. Það kom nú fyrir að maður gerði það þannig, en þó í undantekningatilvikum og í svona uppundir neyðartilvikum. Kannski átti maður ekki til hamar, maður átti hann ekki alltaf til. Og mamma manns og pabbi átti ekki fyrir hamri. Þá var bara jörðin næst. Og steinvala eða svona hæfilegur stein gripinn með og verkið gert með þeim hætti. Kannski ekki klárað því að einhvers staðar á leiðinni þá eignaðist maður nú hamar. Og sög, og þegar þetta tvennt var komið í hendi þá gat maður nú gert ýmislegt. Engin mæða. En þá átti ég ekki til þessa bók og var slétt sama alla trú. Ég get alveg lofa því að félagahópur minn, hann var ekki mikið að tala Krist. Ef þeir gerðu það og við, þá kannski hlógu við hæst allara krakka í hverfinu. En það er ekki lengur. Við hlægjum hátt og dátt. En af einhverju sem er fyndið. Jesú Kristur, orð Guðs og Biblían er ekki fyrir okkur fyndið. Kannski var það einhver tíman, en ekki lengur. Af hverju? Að því nú þekkjum við betur hausasporð á því
sem við erum að tala um, sem við gerðum ekki áður. Og þá eins og nú voru til góðir menn og konur sem að vildu nú fræða unga menn og drengi og telpur í orði Guðs. Hjá sömu vakti þetta nú gríðarlega mikla athygli, en aðrir voru í þessari stöðu. Ætlar ekki kallinn að vera að hætta þessu. Það er að fara að komast út í frímínútur. Að við sjáum að slíkur var nú ekki mikið að nema það sem var verið að segja. En það allt kom seinna. Og nú vill hann ólmur og myndi fagna miklum fögnuði ef skóladagskráin væri með 1 tíma í viku sem hét þá biblíusögur eða fræði, sögur held ég, að það yrði sett þar inn þó það héti kannski eitthvað annað. Já, kannski bara já, eða hvað sem það héti. En það er komið þarna inn að það einu sinni var þarna. Og með hvaða árangri? Engum skemmdarverkum, því get ég lofað. En fyrir drengur sem mig var þetta ekki skemmtilegustu tímarnir. Reyndar voru þetta leiðilegustu tímarnir og mér fannst nú margir skólatímar mjög leiðinlegir. Ég var ekki skólaglatt ungmenni. Þannig var svolítið haltu mig slepptu mig dæmi því að alltaf á vorin, fyrirgefið á haustin, þá lakkaði mér alltaf svakalega mikið til skólasetningarinn. Stakkur við. Man lakkaði mest til að hitta bara sína gömlu skólafélaga. Og svo leið veturinn með gispum og klukkuglápi og þetta ekki verið búið hugsunum. Og gleðin ekkert síður mikil við töku síðasta prófsins, því þá hafði maður allt sumarið til leikja og skemmtana og það var notað til alls þessara hluta. Gaman. En svo fór að líða hausti, eins og ég var að segja þann, þá hlakkaði mér alltaf til þess að fara. Í skólanum, ekki til að breyta hugsunum og segja sér daglega hvað þetta verið leiðinlegt. Þetta er bara eins og ég sagði áðan til þess að hitta krakkana. Þau voru ágætt og margir ágættir vinir mínir, já, til dagsins í dagjafnum. En þá átti ég engan Jesú. En Jesús var nú samt alltaf með augun á mér. Þannig er Jesús. Hann er með augun á okkur. En það var ekki mikið það að þessi bók væri opnuð. Það var reyndar ekkert það, aldrei. En núna líður ekki sá dagur að þessi bók sé opnuð og eitthvað lesið. Í öll þessi yfir 30 ár hefur þetta verið mitt hlutskipti og ég greini ykkur frá því með stolti að það er stolti. Orð Guðs er í dag lífið sjálft. Það var líka þá lífið sjálft þegar að voru hann ekki að fara að hætta. Þessi pæling var. En þá sá ég það ekki með þessum hætti, sem er allt annað mál. Og þegar maður sér ekki eitt og annað, er lítil vondið þess að maður stígi inn í það. En það var það ekki ég sem steg inn í þetta. Drottinn bara tók mig og dró mig inn í þetta.
Þannig er það með okkur öll. Hvað er skrýtnara skilningi manneskju? Segðu mig það. Hún er á harðahlaupum undan því besta að því hún þekkir það ekki. Þannig er það með það sem hún þekkir ekki að þú vilt taka til fótana undan því þegar það er að nálgast þig. Að því þú þekkir það ekki. Líka sama gilti í raun og veru með það besta, þú hljópst undan því að því að þú þekktir það ekki. Er þetta ekki annars, er þetta ekki bara besta svarið? Ég myndi segja það. Má sjá, já. Með þess að klukkan líður maður. Ég vildi að tímarnir í skólanum hefði verið svona hlutir að líða. En þeir voru agalega lengi að líða, klukkan var hreinlega stopp. Nema í þeim undartekningar tilvikum sem mér fannst kennslustundin skemmtileg. Ég man ekki hvaða leksía mér þótti skemmtilegust, en þær voru nú mismunandi skemmtileg, en eitthvað af þessu fannst mér nú svona uppbyndi skemmtilegt. En það sem mér fannst alltaf gaman að gera, það var handavinnu tímandinn okkar, sem við vorum í, og er líklega ennþá. Og ég hef alltaf haft gaman að, ekki reynda lengur, en ég hef alltaf haft gaman að fást við timbur og gera eitthvað úr timbur og svo framvegis. Og það var mjög góð kennslan. Og tók eftir því, og veit enn í dag, að það sem maður læriði þar, býr maður enn að. Og farið maður út í eitthvað svona verk sem er ekki lengur, því miður, svona bara er þetta, og þá naut maður kennslunar frá þessum árum. Þannig ekki var þetta nú allt til einskis. Eins var með þetta skriftin og lesturinn, það þarf ekki að tala um það. En þannig var með skriftina, þó ég skrifi mikið í dag, að frá því að maður hætti skólanum að verða 15 ára gamall, og þangað til ég fór að skrifa, og þá getur maður kannski sett stóran staf fyrir framan orðið skrifa, að þá í raun var maður bara orðin óskrifandi. Ég vil bara segja það alveg eins og er. Og ef ykkur er ekki haldið við, þá bara missir maður þetta niður. Eina sem ég skrifaði var nafnið mitt, annars skrifaði ég ekki. Þannig að maður í raun og veru var búinn að missa niður allan lestran eða skriftar, stíl. En hann kom að því ég fór að sinna honum. Svo náði ég tökum, og svo náði ég góðum tökum, og í dag líklega fengi ég 10 í skrift. Af hverju? Að ég fór að sinna því. Og ég er nokkuð viss um það að maður fengi 10 öllum prófum ef maður nefnt að sinna því til þess að fá 10. Og hvað er þetta að segja mér? Vinna. Allt er vinna. Biblíufræðin er vinna. Skilningurinn á biblíunni kemur af vinnu. Það er ekki rétt hjá mér. Þetta er allt af vinnu. Hér er glasið mitt með fína vatninu, íslenska. Bráðnauðsynlegt fyrir talandan. Svo raddböndin okkar þotningi, eða mín. Það er ekki gott. Þetta er orð Guðs. Og hér er hún. Í þessari stöðu er ekkert gagn að henni.
Í þessari stöðu ekki heldur. Nú ertu alveg hættur að botna í þessum. En svo skilur þetta mjög vel þegar hann segir það er ekki fyrir þú ferð að lesa sem eitthvað fyrir að gerast. Líka það er vinna. Allt er vinna. Og þegar við gerum það sem ætlast er til af vinnunni, af verkefninu, þá förum við að læra. Og svo förum við að læra og á lærdómnum kviknar áhugi. Og svo brennandi áhugi. Og jafnvel ástríða fyrir að vita meira. Allt þetta kom þegar þú sást og namst og skynjaðir að orðið á við hjartað. Breytir þanga hjartans og gerir að verkum að hjartað fagnar yfir því sem þú ert að gera. Það í hjartanu þínu sem þú fékkst við frelsisverkið þegar Drottinn mætti þér, hrópar til Drottins gleði söng. Þetta er að gerast bara í hvert einasta skipti sem að þú tekur fram orð Guðs af þinni trú og það er að fræða aðeins meira trú. Og þú skynjar, skilur og veist að trúin er nauðsynleg. Og grunnur réttara þekkingar á orði Guðs er hér. Þannig við vinnum ekki skemmdarverk á orði Guðs. Við getum unnið skemmdarverk á orði Guðs með mörgum hætti. Eitt er að efast orð Guðs. Getur það verið? Ég spyr, getur það verið? Ég held að það sé bara allt og algeng. Af hverju segjum við þetta? Að þegar við sjáum ekki réttum augum almáttugan, algóðan Guð sívakandi yfir sínu verki. Við sjáum hann ekki þeim augum yfir sínu verki. Hvaða verk vakir hann helst yfir? Orði sínu. Það er grunnurinn að trú hvers manns og ekkert minna heldur en það. Hann hefur ekki orð sitt í flintingu sjálfur. Hann veit hvaða vald hann hefur og enginn tekur þetta vald frá honum. Aldrei. Þetta er svo Jesús sem ég þekki. Já, hvað er að drepa niður fæti í orð Guðs í dag? Við erum núna í Jóhannesarguðspjalli 20. kaflanum. Það er búið að krossfesta Krist. Það er búið að leggja hann í jötuna og velta steininu fyrir. En þegar hér er komið sögu, er hann upprisinn. Hann er sem sagt lifandi. Alveg eins og þú sér að þessi maður er lifandi. Þá er Kristur eftir upprisuna lifandi og meira eilíflega lifandi. Það í honum sem að hefði dreyjandi dauða þó fyrir aldurssaki ef ekki væri hann að, er horfið. Og þegar það er horfið, þá er ekkert sem getur eytt manninu. Og Kristur er þarna komin í þennan búning,
ef svo má segja. 20. kapli, 11. vers. En María stóð úti fyrir gröfin og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina. Og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið. Annan við höfð, annan til höfða og hinn til fóta. Voru 2. Þeir segja við hana, kona, hví grætur þú? Hún svaraði, þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Hún kom til að vitja látins manns. Alveg svo þegar við förum í dag upp í kirkjugarðinn og leggjum blóm á leiði látins manns. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesús standa þar. En hún vissi ekki að þar var Jesús. Hún vissi ekki að þar var Jesús. Er þetta ekki ennþá svoleiðis? Við erum ekki alltaf 100% viss þegar Jesús er að vitja okkar. Því við þekkjum hann ekki og kannski erum við í þannig ásökomulagi að við erum af ástandi okkar slegin blindu og svo kemur Jesús og við þekkjum hann ekki. Þetta er maður. Þetta er manneskja sem orðið er að fást við, eiga við og beina sjónum í rétta átt. Þetta er vegur farið hann. Þessi orð eru ekki daglega sögð við okkur. Og af hverju? Eru við þá svona treggáað fólk, kemur gáum ekkert við. En ástandið á okkur er stundu þannig og við sjáum þetta ástand og blessari Maríu, hét hún ekki það, ég er gleymin fyrir ekki því. Hún var í sínum þöngum og við skiljum það. Já, María, auðvitað. Hún þekkti hann ekki. En samt var hann búin að segja henni og öllum mörgum öðrum tugum sinna að hann ætti eftir að ganga í gegnum þetta allt. Og meira. Gamla testamentið, meira og minna í gegnum allt sitt efni, talar nákvæmlega það sem að hún sá með eigin augum. Krist og hann uppreisir. Samt var hún ekki að grípa það að hann væri uppreisinn. Hún spurði því, hvar allir hafi lagt lík hans? Lík. Það var ekkert lík. Þá komi líf í þetta lík sem eitt sinn var. Og meira, eilíft líf í þetta lík sem einu sinni var. Og þetta er mynd fyrir mig að sjá, því með þeim hætti mun ég sjálfur enda. Sem sagt, andi minn mun fara þangað sem Kristur er núna. Og augum minn sjá hann eins og hann er. Ég veit ekki viðbrögðin mín þá. Þetta hef ég ekki verið á þeim stað. En þessu trúi ég. Og ég nota daginn til þess að efla og styrkja mína trú með réttum hætti. Og ég hef orð Guðs í Biblíunni til þess að allt sé nú rétt gert og faglega gert. Já, faglega. Við þurfum líka að vera þeim megin. Já. Þeir segja við hana, kona, hví grætur þú? Hún svaraði,
Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að sá mælti snýr hún sér við og sér Jesús standa þar, en hún vissi ekki að þar var Jesús. Jesús segir við hana, kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Þannig Jesús sjálfur og talar með þeim hætti við hana til að sjá viðbrögðin hennar. Já, hún hélt hann væri graskarðsvörður og sagði við hann, Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo að ég geti sótt hann. Upprisin Jesús stendur fyrir framan hana og hún þekkt hann ekki. Þetta var svo frálegt í hennar huga að það væri að gerast það sem hún var að horfa á. Þetta gat ekki verið Jesús. Ég horfði á hann deyja. En núna horfur hún á hann upprisin. Hún spyr í holdi sínu. Ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Og Jesús segir við hana, María. Hún snýr sér á honum og segir á hebresku, Rabbúni. Rabbúni þýðir meistari, segir hér inn að svega. Með öðrum orðum. Svo langt þurfti drottin að ganga með hana að segja, María, hvað er að þér? Kannski. Þá vaknaði. Sá, þetta er Jesús. Hvað þurfum við mikið til að sjá Jesús þeim augum sem María þarna sér? Sumir í raun og veru sjá Jesús aldrei með réttum augum. Aldrei. Það er hægt. Það er hægt og þú veist að það er hægt. Hver skilur mannshjartað? Í þessu ljósi skiljum við betur hvers vegna verið þeir að hvetja mann og annan til að lesa sjálfur og sjálf í orði Guðs. Ég þarf að þekkja með eigin augum og eigin hjarta og eigin trú Jesús. Þekki ég hann. Svo er Guði fyrir að þakka já að ég þekki hann. Ég hef séð hann. Ég hef séð hann, en ég get ekki lýst þér hvernig hann lítur út vegna þess að hann var ósýnilegur, en ég sá hann. Hann stóð fyrir fram að mig, í öllu sínu veldi. En bara einu sinni, kannski tvisvar, svo ég muni, en ég sá hann. En eins og ég segi þá get ég ekki lýst honum. Ég hef aldrei séð hann þannig eins og ég séð þig, en ég hef séð hann. Og hvernig tekur svona boðskap? Ég veit alveg hvernig þú tekur honum. Ég veit líka sömur sem eru ekkert þarna, þeir bara hrista fallegu höfuðin sín. Það kannski uppundi trúa þessu og svo einhverjir sem að trúa þessu bara eins og nýju neti vegna þess að þeir hafa reynt þetta sjálfur. En Drottinn mun birtast okkur öllum með einhverjum hætti. Akkur ég. Hann er með okkur á trúargöngunni og hann hlýtur því að taka okkur þetta efasama fólk og birtast sér með einhverjum hætti. Veistu að opinberun, allt í hennu er komin skilningur, er ekkert
annað en birtingamynd á sjálfum Jesú. Birtingamynd á sjálfum Jesús. Og opinberun, skilningur, vekur þér hug til orðs Guðs. Og svo náttúrulega upplifir þá yndislegu stund að þessi efi Jesú upprisin hættir að vera einhver efi hjá þér. Og það er sigur. Þetta gerir trúargangan. Þannig hún er mikilvæg og trúarganga er ekkert nema það að þrauka. Skrefið og skrefinu svo lengra. Það er trúarganga. Hún er í dag, hún var í gær og hún verður áfram á morgun eða Guð leyfir. Af hverju segi ég leyfir? Hvorki ég að þú vitum hvort við verðum hér á morgun. Er það ekki rétt hjá mér? Þegar andlátsfregn berst, kemur hún í mörgum tilvikum, kannski ekki öllum, algjörlega í opna skjöldu. Og við verðum sorgmætt, eðlilegt. Fólk Krist var líka sorgmætt. Ég hygg að enginn postulana né lærisveinn hafi áttað sig á hvað upprisa merkti. Við vorum að lesa Maríu blessunina. Hún áttaði sig ekki á því. Ekki fyrir drottinn sagði María. Og vissum hvað hafði gerst. Og þá líka getum við ímyndað okkur fögnuðin sem að hjarta hennar fyllist af. Þegar Kristur var þessu fólki eitthvað alveg sérstakt. Og Kristur er okkur alveg sérstakt. Við efumst ekki það, og svo er Guði fyrir að þakka, að hann sé neitt annað en upprisin. Þessa trú getur enginn frá okkur tekið. Aldrei, því má lofa. En þegar við erum merkt alls konar, þá leggjum við stund á þessi fræði og veiklustum ekki í, vegna þess að við fyrir margt löngu viðurkennt, þó við kannski skiljum það nú ekki alveg, að orðin í þessari bók fara rakleitt í hjartað. Og það er trúin. Og orðið og trúin mín hittast og mætast þar til vaxtar þessum einstaklingi og trúar þessa einstaklings. Þannig það að trúa er vinna. Þetta nú að fara að styttast hjá okkur. 117. sálmur. Hann er nú stuttur og laggóður og meira að segja geti ég lært hann utan að, þó ég kunna nú reyndar ekki utan að. En hann er stuttur. Lofi drottin allar þjóðir, vexa með hann allir líðir, því að miskunnans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu, halleluja. Nokkra línur þrungnar merkingu. Þetta er orð Guðs. Orð Guðs frá stafi til stafs er þrungin merkingu. Til gagns mér og þér og okkur öllum. Segjum þetta bara lokið og Konráð kveður heldur þessu góða verki drottins áfram að því að drottin fer fram á það.
Þetta er mín köllun og mín vinna í dag. Í Jesú nafni. Ég kveð og segi þessu ekki lokið og við sjáumst eftir viku.